When I'm stuck here in the air, disappear like nothing had happened. My name is Then the animals trip down the road to your Bara að kynnast fullt af fólki og þetta verði ótrúlega skemmtilegt og ég veit það ekki alveg. I like not to have big expectations about projects because in the end it's much more fun when you're surprised of what the result is. What I expect, to be surprised. I hope to have fun in the workshops, fun in the free time, and get some results too. Yes. And enjoy beautiful Icelandic nature. Það verður kynning á smiðjunum. Þetta eru 3 smiðjur, stutt kynning á þeim og við löbbum á alla staðina sem við verðum að vinna á. Aðalega hérna stóra fiskvinnsluhús út í Straumnesi og förum svo upp í Skjaldborg og skoðum svo hérna niður í smiðjunum sem ein smiðja hér. Yeah, I'll be supervising this vast playground of the mechanical workshop here. The point is to construct some mechanical devices that have hopefully something to do with the weather, that have at least a tenuous connection with what the weather is up to. In front of here, that's the location where we are going to make this labyrinth. It's very cold, it's very big, it's falling apart somewhere. We can a bit choose where we want to be, but not everywhere. Take care if you also take a look there, because it's like no more. Okay, next stop is the oldest cinema in Iceland still. The oldest? What? Oldest cinema. Cinema? Yeah, and the only one in Iceland that are on 2 floors. So the sound workshop will take place there. Yeah, I'll be leading the sound workshop. We will probably not be making like music, but rather sounds that relate to the weather somehow. So I brought with me some of my stuff here, as you can see. Synthesizer and small tape recorders, and yeah, we can go on trips through town and record some sounds. Find something that makes interesting sounds, then we can record them. Ég leikkona, leiklistakennari og ætla að vera með svona smiðju, innsetningar og hreyfismiðju. And I have to do some movement. Like, hi, my name is Kolbrún. My name is Ivan Alexander. His name is My name is Desi. Your name is Desi. And I'm studying architecture in Vienna. My name is Grete. I'm from Poland. Herðu, við fórum hérna saman og hittumst upp í skóla og hittum smá upp og fórum í Dimmalum og
nafnaleiki og svona, bara til að hrista hópinn saman og kynnast og læra nöfnin á hver öðrum og svona. Yeah, I guess we're gonna have some fun games, for example, to wake up. And then I can't wait for the workshops to start and just to start explaining to us what are they gonna be. Now we are experimenting on each other, and we as a group, we have a little trust in each other, but when we are leading guests, they don't know us. So when we are leading guests, you have to be more careful about letting them feel safe. There are few techniques that if people are very uneasy, to let them feel safe. If someone is very shaky, then it is just like taking the shoulders and cool. Or if it is someone who is very, very uneasy, this always helps. And if someone is blindfolded, it is amazing how much this helps. Those who have practicing leading, they will start leading. It is nice weather, we can be indoors or outdoors. Yes. Actually, it's not very hard. I thought it was harder. I think you have to stay close to the person, then he or she feels more safe. Þegar maður leiðir þá hefur maður alveg 100% stjórn og þarf að bera ábyrgð á þeim sem maður er að leiða. En þegar maður er leiddur þá verður maður bara að treysta þeim sem leiðir. Og það er svolítið svona challenge að hætta að bera ábyrgð á því sjálfu hvað maður er að gera heldur að treysta einhverjum öðrum. Þannig leiðir mann ekki í einhverju ógöngur og vitleysu. Við vorum að gera svona grunn að völundarhúsi hérna í Sjóræningjahúsinu. Bara svona pröfu völundarhús. Og við vorum að ákveða hlutina sem við ætlum að gera og hvernig við ætlum að túlka það eða koma þeim í framkvæmd. Segðu mér nú, spákona mín, sem ég spyr að. Ef þú segir mér satt, skal ég með gullinu gleðja þig og silfrinu selja þig. Já, en ef þú segir mér ósatt, þá mun ég þig í eldinum brenna. Let it fall. Let it fall. Bye. No, you're still on the door. We are in the cinema and we divided our group in two. The first group stays upstairs and the another one goes to the basement.
and we used different rooms and different instruments to distract the person and make him feel like he doesn't know where it is or what's going on, or disrupt him. Take it. Take it. Take it and don't look. Don't look. Go. Come. Here. Hala başla bir gire. Þetta að flipa. Skrítið. Já. Sérstaklega niðri það sem var svona, hvað gerir hljóðin hann að draugahljóðin? Ég veit það ekki. Þau voru fucking skil. Big Marmot! Oh, Two plates with sweets. The one is like we have halva, lukum. We have also something which is made out of potatoes and paprikas, and I really love it. We eat it with bread, and it's called lutenica, and lutu means chili. Þetta köfur sín grásleppa, lostæti. Ég hef nú aldrei smakkað það sjálfur, en ég ætla nú að ná mér í eitt bit ef ég get. Það verður rosalega fínt, sko. Hveljan verður vist engar geðþekkt, mér sagt. Elk sausage and sausage pork sausage with our famous dark bread and butter. A lot of butter, of course. Yeah, it's a Polish tradition during Easter. People paint stuff like this, and there's a lot of different ways to do it. One popular is boiling eggs in water with onion, and then it changes the color. Íslenski matur er vondur. Ég skil ekki hvernig Ísland dettur í að borða svona mat. En hérna, þetta er bara mjög athyglisvert og skemmtilegt. Mechanical, what's not, say, mechanical installation, innsetning, svona mekanísk innsetning. Við erum að búa til hérna alls konar leikmuni og svo verða þeir settir upp hérna í Straumnesi sem er gömalt frystihús og þau hafa verið alveg á fullu við þetta. Þau eru mjög frjó. Ég þurfti bara að benda þeim á hvað þau hefðu úr að moða og ég hef bara ekki getað elta upp í síðan, svo það verður gaman að sjá hvað kemur út af þessu hjá þeim. You're working in such environment with such people. They just are coming and coming and coming, and it's nice because you have a lot of ideas and then you choose. You just see what can fit to the idea of the labyrinth.
We are making a boat right now. Yeah, at the moment. So we are experimenting different materials and how it will move and... This is supposed to be a snow machine. I'm gonna put this plastic and them in the bottom, make holes in it, and fill it with this thing you see there. And then you can hold it over a person's head and make snow. At least that's the idea. I hope it works. Окей, давай продолжаем. How to be the bridge. We make scary bridge. Yeah. So far we've been experimenting with recording sounds all over town, trying to get some interesting weather sounds or just, you know, anything in general. Got kind of a lot going on. We're also working with the other workshops to make the sounds that they need, because many of the places rely on good sound, like bad weather sound, good weather sound, or some surround. Þetta var alveg draugahljóð. Ég fór með diktafóninn upp á efri hæðina þar sem er draugur og tók upp bara ekki neitt, og þetta er sem sagt hljóðið sem kom. Sounds like a monkey. I'm afraid we'll have to do this like live in the theater. Oh, that's fine, I think. Live, like... This would be good. Well, I'm in a movement workshop and I really enjoy it. We did very interesting exercises. I think that they're very important because it's more about the improvisations. And I think that they're very important for the labyrinth because yeah, every person is different and we have to find a way to teach ourselves how to improvise because of the person who came in the labyrinth. We were also talking about the experience from the mini labyrinth, that it is uneasy to be led straight through everything without having opportunity to interact or do something of your own will. Think if something that you are trying and experimenting could fit somehow into some kind of a journey. And I think it is good to have in mind some points from when we are doing the mini labyrinth, some from our learning there. Like if we say after the workshops, when I was walking to the dinner, I just realized the resistance of the wind. So what the face I'm doing actually when the wind is blowing. So it was really nice, like it. Yeah. We know what we have to do today. We have to practice rhythm and we have to collect way longer samples than yesterday. Yeah, so Okay. it's okay. It's been really great. You've been going through the trash and going into the buildings and taking stuff. We were making a boat and a bridge and a sun and lots of stuff.
we were discussing what we are Yes, going to do and yes, where, yes. because all the groups have their own ideas, and we did, since this morning we didn't know. So we are many steps further now to make the planning, and we prepare for the evening and for the trip. Við ætlum að fara hérna út í Arnarfjörð, í Vestu, held ég, já, Vestu, og hitta hann Jón. Og hann ætlar eitthvað að vera voða skemmtilegur og segja sögur og grilla. Þessi hvílt hérna heitir Sjö Anda hvílt. This grove in the mountain is called Seven Spirit Grove. After that I tell you a story, a small, very small Viking story, and also a story of a man which is building a small fishing place about 1900. It's just an house. Usual house. We were on the big trip on I don't know around the Bitudal, yeah, something like this, and we were watching beautiful fjords, and we were on the big beaches. Og nú ætlum við líklegast að fara að fá okkur eitthvað gott að borða og svo er plan að fara að skemmta okkur smá í kvöld eftir hérna daginn. We was каким маскарад, masking, не ми гледай сирала. Costume party. We was costume party. This costume party was very good. Many people from Iceland have very good costumes. Yeah. But the music was very stupid. Maybe very different from our music in our disco, but yeah, the group who sing was very, very terrible, horrible. Yeah. Thank you. Hvernig var ballið svo? Bíddu, ég nenni þessu ekki núna. Það var rosalega gaman. We think that in Iceland there is not enough snow, so we are making some. We could have some kind of a message, for example, with some blinking light that when you want them to leave, you start to blink. Yeah, blinking lights. Yeah, lots of blinking lights. They don't have to be strong. They have to be like, different. Yeah, and if they're weak, I think it's better. Við erum búin að finna leið til að taka upp hljóðin, þannig að við höfum þau frekar hrein og fín. Við erum búin að vera að vinna í hljóðherbergi, herbergi sem þessi hópur sér aðalega Það er búin pínu erfitt að koma okkur saman eina hugmynd, en ég held að við séum svona að koma svo saman núna á réttri braut. You're entering straight in this room. Yes. And then here an exit, and you go out with like blindfolded. Because if you enter here and you're just wondering where to go. For me, it was a waste of time. We're still talking about the same thing, and today there's no new ideas.
but I hope tomorrow will be better day to find some good solve. It's too high. It doesn't have to be very stupid. They're really long. And heavy. They are very heavy. Okay, let's go upstairs and get some shorter ropes. Here? Sigurður? Yeah, we're just making like so we can cover up the blind. Do you need more? One more, I think. Nú erum við bara að byggja svæðið sem við ætlum að fara að vinna við. Við ætlum að búa til umhverfið, þrífa það sem þarf að þrífa og hengja upp það sem þarf að hengja upp og svoleiðis. Allt þetta svona undirbúningsvinnan sem við þurfum að gera fyrir aðal dílið. Okay. Who will try first? 1, 2, 3. Oh. We're gonna prepare a puppet theater. There will be a puppet and a ghost. We'll try to move them using as strings. Maybe one should stay underneath and make wind. And there's a lot of wind. Yeah, make it like a tent. Yeah? Yeah, we can already just put some strings and let it move a bit. Herru, við erum bara að leggja pakkinn í stofu. Hvað er meira að vinna? The last. Take the last. Take the last. Yep. Take this. Okay, push. This is the beach, the hot room. But the other room will be some goddess of the sea. Doesn't stick. It's wet. We are making crosses for the graveyard. Ég er að sauma saman fullt af efni til þess að reyna að hylja vegg og búa til göng. Yeah, the person gets the feel of the kite. He can actually hold it, and then he lets it go, and we make this feeling with this stick and the ropes. It feels actually really realistic. This is how you fly kite indoors. Er ekki nóg að hafa þetta svona eins og minnismerki fallna, eins og þeir sem dóu í snjóflóði eða út á sjó í einhverju náttúruhamförum og fá þessa tilfinningu svolítið af dauðanum hérna. En samt sko er kontrastur svo sterkur að því þetta er bjartasta herbyggið, þannig að það er ákveðin kontrastur samt. Wait, don't fall. Promise not to fall. Towards the door. Here? Yeah, maybe. This is my second ice cream. Hún er að kenna mér að she's teaching me to make roses out of napkins. And now you can fix also the end of the leaves.
gekk allar áttir í einu og endaði með því að ganga bara vel, held ég. Leið og allir fundu sitt hlutverk, þá fór þetta að ganga vel. Play with me with her walls. And it will be snowing. She's gonna make snow from above with the machine. We have to like exercise on each part, this coming in and taking out, so that will be smooth. We have to find the sun chair, we have to find some things we have to plug, we have to find batteries for the CD players, and we have to do it all together. And it's easy because we are all together, but it's a lot of work for few persons. So let's go to the Parrot House. Svona næstu við erum aðeins að klára að ganga frá inn í húsi og já, eiginlega, það er eiginlega bara málið. Kannski redda einhverju svona smá atriðum. Og í raun og veru það getur einhver komið hérna fyrir aftan sig og sérði ekki svo mikið einhver stillir og eitthvað. Og ég setja fætnar upp eða bjóða þeim að gera það svo? Það eru bara optional, hvort þú gerir. Det var brændevin i flasken, der kom. Ég fer heim í dag, þannig að ég verð ekki í sjálfum sýningunum, sko. Þannig að ég er bara svona að gera allt sem ég get gert núna. Almost, yeah. This is more about more to our team than this way that these are the people who have done it. So to have the most of the places they are hidden, and so it's the place to see actually who are making the work as much as possible. I think we have some of us have started so late that we have to wait now for them. It's supposed to be the Compromise. Do you know where that is? It's just next to you. Ég að gata lestarmiða. The lighting is ready. We just have to bring the snow and to make the roses. And that's a lot of work. Try to now enter and Sissu, þú segir hvort það sjáist. Try to enter because we don't want them to see through when you are entering through the back. No, she sees me. Yeah, this is okay if she sees you, but not the scenery behind. She can give it back to you. All right. Thank you. Nice to meet you. Yeah, we're finished. We need to change a small thing, and we think we are ready. Ég labba núna eldsnöggt í gegn. Ég kem hér til þín. Hver tekur mig hér? Ég tek þig hér. Og það er því björgarvesti? Já. Nei, bara að byrja fyrir með mig. Hér, ég leiði þig hérna. Hérna, hér í gegn.
all the time. Yep. So please tell us when we start. We started? Nei, ég bara Hvað er það? Er líka hún er ein í... Ok, þá tekur taktu þá eina af stelpunum. Var ekki Þóri? In the room with the goddess of the sea because Eir is sick and went home. So Sigrun is there alone. Okay, but what do I have to do? She will tell you. But the first person will arrive very soon. Hvað er það Íslendingar? Já. Fuck, be quiet! Verið þjóður þannig að þó með þeir að bíða að bara vera alltaf að hvísla því við veit aldrei hvernig. Fyrsti gesturinn kemur mjög fljótlega. Já, ég meina, Eir ætlar að vera, ef Eir getur ekki verið, þá getur hún verið... Ég er að meina það. Já, Ef Eir farin, þannig ég ætla að biðja hann að vera í staðinn, Okay. ef að þú getur aðeins sagt henni hvað hún á að gera. Can you see here? Það er að læra fyrstu persónu. Þannig að verða við kaffi? Jú, ég kem með henni. Já. Eitthvað óvænt? Ég veit ekki meira en það. Býstu ekki við því að þessi verra heldur en að labba í vinnuna stundum á góðum degi? Ég bara eina því veit að það er bundið fyrir augun á mann og maður leitir í gegn og upplifa eitthvað. Ert þú alveg nógu vel klædd til að vera þarna úti? Þarna inni? Í Straumnesi? Já. Er það? Það er svolítið kalt þar. Heyrðu, ok. Þá skulum við bara skella okkur af stað. Ég hef eftir að upplifa ýmislegt svona með hinum ýmsu skynfærum. Starfsfólkið er hérna í sjógöllum, þannig að ég er hrædd að sé eitthvað blautt. Ég gerir ráð fyrir að hún sé bara að verði þræl skemmtileg. Að upplifa veður, breytingar og eitthvað fleira. Heyrðu, eigum við að skella okkur af stað? Þú ert alveg ready? Fannst það að segja með næsta meira, það skildi þurfa að taka lestina. Virkilega gott. Það var alveg virkilega vel gert hjá þeim. Alveg magnað hvað hægt er að gera úr litlu, mörgu, engu, sumu, bara öllu.
svona skrítið, svona, vissi ekki alveg svona hvernig maður ætti að hegða sér stundum, sko. Maður svona, hvort maður ætti að leika með, skilur, eða vera svo fín bara þarna eða eitthvað, skilur. En þetta var mjög ótrúlega upplifun, fannst mér, eða svona, rosalega gaman. Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá hvernig notuðu hljóðmyndina. Það gerði svolítið mikið af því við hefum farið í gegnum svona áður hjá þeim og þá voru það ekki með hljóð, held ég. Og allavega ekki svona mikið. En það var alveg rosalega flott. Gaf alveg aðra vídd í þetta. Frábær sýning og bara, já, maður er alveg bara orðlaus. Yfirliðsbræður. Er það þín tónlist? Já. Þú lætur bara svona. Nei. Þetta er, já, tarm, ég skal draga hann, já, 1, 2, 3. Já, helvete, þetta var flott! Já, helvete flott! Þetta var flott! Hvað sé svo? Hvað hatten, já? Og, herru, við séum það. En gefur? Já, það var gefur. Þú rettir oss. Helvete var það gott. Men, hvor er det godt? 1000! Takk for hjelpen! Snjókomin eða það. Þegar voru tvær. Gaf mér svona lítið blóm og eitthvað. Þetta er allt rosalega flott hjá okkur og vel gert. Skemmtilegast þegar það bundið fyrir augunum en ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Það var lang skemmtilegast.
láta teima sér svona og veit ekki neitt. Þannig að flugdrykkinn, hann var æðislegur. Þetta var náttúrulega allt bara ótrúlega skrítið eitthvað. En ég held að það hafi verið best þegar ég var að labba yfir bryggjuna þarna. En þú varst búinn að frétta af manninu sem við misstum næstu því? Já, það var. Nei, það var ekki út af systemina ganginum. Það var opin hurðin á bannsvæðið úr dauðaherbygginu. Hann fór bara þangað og rölti þær og fór yfir gatið á gólfinu sem eru 5 metra niður eða eitthvað. Ok, við erum ekki ekki. Ég held að þetta væri búið, en það var ekkert búið. Þá var ég bara á stað þar sem ég ætti alls ekki að vera. Sem var mjög skondið. Ég get ímyndað mér hvað leiðilegt fyrir þau sem að gera þetta verkefni að fá ekki að upplifa þetta sem aðeins sem fyrir gegn. Það var rosalega gaman, allt öðruvísi heldur við 2 árum. Og þannig að maður var svona rólegri og gaman að geta treyst krökkunum að leiða sig gegnum svona ýmsar hindranir. Great. It was great. I think it was wonderful. Æði! Alltaf gott að vera búinn. 5 år, jeg er tid. Sejt. Så sjovt at tisse hele dagen. Later. Okay. But those I have talked to, it is sometimes the smallest things that make it better. It was the Ég veit ekki eins og hvernig ég líti út. Ég mála ekki saman mig, ég hef ekki séð mig í speglum. Hvað hérna, hvað finnst þér standa upp úr þarna í? Það eiginlega ekki eitthvað eitt sem stendur upp. Það ekki að segja það. I'm proud. Great job. So I want just a big applause for this group. I found out about this interesting art form, sensory theater, and I loved it. I learned a lot about Iceland, people, culture. Uppáhaldsparturinn minn í svona alltaf bara það að kynnast fullt af fólki og samvinnan og svona. It was even more interesting to make it for others than to experience it. For me, it was the improvisation and the workshop what we had in the movement workshop. It was really good. So you had to open up, and it's not easy. It's from you step out from your comfort zone and do things what you are not used to do, and but it was fun. The labyrinth itself, and also the day when we trained ourselves to lead blindfold and to be led. Maybe the workshops. I really like the workshops, and the trips and the free day, and the beach where we went to. It was really beautiful, and
and I liked this walk, the long walk on the beach. The landscape and our free day and the performances. Yeah, I really enjoyed it. Ставиш се видим? Agnieszka? But see we, tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Yes, good luck with it. Yeah. Oh yeah. Thank you. Hey, Ken! Very good. I never forget you. You're very good. You can perform your